Í þessum ég ætla að sýna ykkur smá hérna glugga og hurðarteikningu. Hvernig við notum leðsla til þess að búa til teikninguna og hvernig við útbúum markrá og hvernig við reikna þá verðið á heildarglugganum. Við byrjum hérna grunnmyndinni og við getum séð þetta hérna í Protus Browsernum. Hérna eitthvað sem heitir Schedules. Við getum hægri hérna og sett hérna New Schedules Quantities. Ef við sjáum ekki þessa glugga, þá farið í View-ið og User Interface. Það tekur þess ekki kveita Protus Browser og Properties. Þessi hérna möguleiki líka hérna upp í View og Schedules hérna. Og íta á Schedule Quantity, þið fáið sömu niðurstöðu hérna niðri. Það fáið þannig glugga upp og skróli hérna alveg niður. Íta hérna Windows. Schedule Building Components hérna, haka við það. Ok. Og svo veljum við hérna Family and Type og hérna veljum við hvað það sem við viljum að birtast. Við viljum að taka líka fjöldan. Við viljum að taka hæðina. Við viljum að taka breiddina. Og við viljum að taka hérna hæð líka, sem glugga hæðina á borðstykkinu. Þannig. Og ítum hérna OK og þá fáum við þetta svona, þá fáum við alla gluggana sem eru í módelinu og það er þetta að breyta nöfnunum á þessi hérna. Það er bara mjög með að klikka á þetta og skrifa hérna, glugga yfir lit og svo takk ég svo hérna í Properties glugganum og þá fáum við hérna möguleika, edit möguleikan og þá getum við fara að skipta, við getum bætt við hérna efni, við fáum hérna eitthvað filter við getum filtera út, sagði eitthvað ákveðin stærð og við getum látið að sortera þessi niður eftir nafni, hæð eða hvað sem við erum með að það geta hérna, þetta er óþarri og sjá hérna eru tveir gluggar alveg eins og segir eitt svona, þetta er sami glugginn formatting, hérna getum við skrifað hérna fyrir ofan og byttið þetta öðruvísi eins og gluggagerð og count, það er sett fjöldi hæðin breidd og seil hæð neðri brún ok og sjá það breytist hérna glugginn hér, já hún sýnir ekki glugga eitthvað ég baði hana hérna í förum hérna í sorting hérna hún vill hafa eitthvað í gangi hérna við getum bara family and type hérna sem dæmi ok, og þá sýnir hún gluggana það eru 2 svona gluggar, 2 svona og 3 svona ég ætla að bæta líka við útreikningu já, við þarfum að bæta við hérna eitthvað sem heitir cost hérna svona og bæta svo einu svona útreikningi við hérna, þetta hérna FX og kvöldum þetta bara heildar verð og veljum hérna currency og type hérna cost þetta er svona smá fjöldabærsleið þetta er svona OK og það er eitthvað sem heitir heildarverð og það er eitthvað cost hérna svo kíkjum við hérna í formatting og segjum þessi cost hérna hann á ekkert að vera í heildarútreikningi heldur heildarverð hann á sína totals Þetta OK og þá byttist þetta 0 krónur og það við erum ekki búin að setja þetta verð hérna inn við segjum bara stykkið að þessi kosti 80.000 OK stykkið að þessi kosti 21.000 þið með setja hvaða tölur sem er hérna inn það er á því alveg og þessi kosti 26.000 eitthvað sem tala þannig þá tekur hún heildarverðið þessi hérna 2 kosta 36.000 þessi 2 hérna 42.000, þessi 3 hérna 78.000, gott og gilt. Kíkjum svo í formatting hérna, og sem heildarverð, calculate totals, flott. Verður svo í sorting grouping,
sortingagrúpin hérna, og ég þarf að fara í sorting og segja hérna heildarverðið, hún flokka það niður og við ráðum hvort við sáum því fúturinn bara grand total setja niður. Og svo, hvað gerum hún þá? Já, þá sýnir hún hérna 156.000 kosta alls gluggarnir í húsið. Og við heldum hérna áfram að búa til hérna gluggateikninguna sjálfa. Við sáum hérna legend hérna niðri. Hægri smilla á þetta segir new legend. Já. Og segjum hérna glugga. Glugga. Og það teikning. Setjum þetta inn í 1/20 og segjum OK. Þá fáum við svona blanko blað. Það sem við ætlum að gera að skoða hérna gluggaefilitið og við ætlum að finna þannig hérna glugga MFixes 0406. Þetta alltaf heitir eitthvað allt annað ykkur heldur en hjá mér, ég get vist að þeir séu mér sama. Það fer hérna í Families hérna niðri og skróla við hérna niður og finn hérna gluggana og íta á plúsinn, þá fáið þið hérna þá gluggar sem þið eru með inni og íta aftur á plúsinn, þá fáið undirgerðina. Hérna er ég með MFixet, það er einhver yfirgerð og svo íta á plúsinn, þá fæ ég undirgerðnar sem er í mínu módeli. Það getur allt öðruvísi hjá ykkur. Og aftur svo gluggaáhverjateikningur aftur, hérna. Annarkot hér eða farið hérna í gegn og þá sjáu þið allt sem er opið. Þannig. Og þið ætla að draga þá þessa viðkomandi glugga, þessu 0406 en 610 sem ég er. Það er sér hérna. Ég drega bara inn á þetta lesandblað og svona, og enn aftur við fáum alltaf eitthvað möguleika hérna uppi og svo ég ætla að hafa hérna elefið sem front svona, og smelti svo bara í störblaðið hérna. Veit ég svo hérna Modify eða Escape og þá er ég komið tennaglugga hérna inn og sama gerir ég við alla hina gluggana sem er með. Ég er bara með 3 gerir, þannig er tiltölulega auðvelt. 915-1200 það er þessi hérna og þessi sjáu þið getur víslað á milli í listanum hérna ef við grípið ekki strax í rétta, ef við finnum ekki svona, þá byttist hann líka hér. Munið að hafa þetta í elefið sem front hérna og það var þessi hérna gluggi svona og þá komur svona bláa hjálparlínu, þannig að ef við ætlum að starta svona hlið við hlið þá getur sömu hæðina þá er þetta svona. Næsti gluggi er 915-1830 og þá þarf ég ekki endilega að leita hann hérna niður, ég get farið strax í flipan hérna. Það er sagt ok, 915-1830 og þetta er front. Þannig að svona. Þá erum við komið með alla 3 gluggana sem ég er með inn í módelinu. Ég ætla svo að málsetja þetta, teki hæðina sinni breiddina og þetta er sem sagt breiddin og hæðin á gluggunum eins og þeir eru í módelinu og þetta er ekki með gluggagati er sennilega 10 mm stærra. Það koma fyrir fúum og öðru. En þetta er gluggastykki sjálft, þetta er svona stórt. Það er aðeins mjórra heldur en gluggagatið. Svona. Og svo notið þið textan hérna undir og segir gluggagerð 1 til dæmis 2 stykki. Þetta sé ég náttúrulega strax í skellunum mínum hérna. Og tek svo textan, kópir hann hérna og kópir hann svo aftur svona. Það er þetta gluggagerð 2 gluggagerð 3 svona. Og það er rosa fínt að hafa þessi línu hérna undir sem sýnir þá hæðina frá gólfi. Skýra þessa línu hérna.
Já. Við getum notað þessa hérna, 880, 270. Þessi hérna ykkur sikkur á hæðum. Þannig að sem ég að gera raun og veru að sýna hérna sko að þessi 3 gluggar hérna, þeir eru 270 undir. Þannig að byrjum þá bara að finnstilla það hérna. Og ég smelti bara á línuna og svo á málsendinguna. Nei, þetta í já, þetta í yfir sentimetrum. Þannig að ef klukkan allir í sömu hæð hérna yfir í topphæðinni, þá ættum við að sjá hérna sömu réttu tölunar hérna niðri. Svona. Okay. Síðan gerum við sama við hurðarteikninguna. Ég ætla að hlaupa hratt yfir sögu. Við byrjum á því að búa til schedules, annan, sem þá hurðir, eða doors, hérna ABCD, hérna. Ok. Og ég ætla að ná ég ætla að ná kostnaðinn, ég ætla að ná í talninguna, ég ætla að ná í family type hérna og ég ætla að ná í hæðina hérna og ég ætla að ná í breytina. Cost count family, ok. Og ég ætla að búa til hérna heildarverð. Og þetta currency. Já. Svo í formatting. Og svo þetta heildarverð hérna. Calculate totals. Og ég ætla sorting. Svo er hérna family. Og svona. Það kemur ekki mikið, það koma 3 hurðir, þetta bæði innihurðnar og útihurðnar. Og ég get sagt hérna að þetta kosti 78.000, eitthvað svona þannig. Og hurðarnar utan, það eru alltaf dýrari. Þannig. Þá fæ ég eitthvað verð hérna og ég get sýnt. Þetta heildarverð sem hér. Það verður sorting á grúpina, alveg rétt. Þessi heildarverð. Ég ætla ekki að haka við þetta og ég segi bara grand total. Þannig að þá fæ ég ekkert prís. 244.000 skosta þessi 3 hurðar. Þetta dregi líka inn á þessa hérna gluggateikningu. Þannig að ég bara sama stað, hurðargluggateikningin, og verð hérna í brotisbrásturinn og finn hérna hurðir. Það eru hérna. Og segir hérna single flush er 915 24, þetta hérna og dregan alveg per hérna innan líka og höfum hana líka í elevation front og þeir aðeins hvort þið setjum við hliðina eða fyrir ofan eða neðan, það er bara fyrir hvernig plássið hjá okkur og það var önnur hurðargerð sem ég er með velfag einhverja hurð hérna. Og út að ég er stattur í þessu hérna á móti, að þá get ég náð í þetta hérna í gegn hérna og front og þá er þetta velfagkurðin og ég er með þetta sem þetta eru innihurðar. Ég getum bara einstekja þessu. Þetta er út af hurðar. Þetta er ekki.
og saman setja málsetningu á þetta. Þurfum ekki að hafa áhyggjur af hæð undir út af því að hurðarnar eiga að vera í sömu hæð og gólfið, en það allt í lagi viljið að taka þetta með hérna og þá verður að sýna þetta svona. Þegar ég verður svona mikið einu þá held ég inn í kontról. Það er ekkert að nota sjálf bláu línu sem kemur til þess að stilla sig fínt til þess að. Hérna gerum við svo sama, við búum til nýtt sheet hérna. Hægri smellum new sheet. Við getum líka farið í view og svo sheet hérna. Og þá listar hann út teikniblöð sem við erum með, þetta verður að sækja þetta. Ég fæ einhver skól hérna og ég tek þetta í glugga á vöruteikningu hérna lesendinu og dreif hann einfallega inn á. Svona. Já, þið sjáu hvað gerir hérna, ég þarf að finishera. Þannig að ágætt þetta komin á blaðið og hægri smelli hérna sem activate view og dreif þetta þá bara til hérna, þannig þá sé ég strax hvort það passa hérna á blaðið hjá mér eða ekki. Svona. Og þetta er alltaf smá föndur að koma þessu fyrir á teikningum. Svona. Þetta má fara. Við notum örvatakkan bara þess að renna þessu fram og tilbaka. Og kemur þetta svona einhvern veginn. Svona. Stilla hérna hæðina þannig sem við samræmum hvort annað. Ég til view og ég lækka þetta aðeins niður. Það var bara að sjá hvernig glugga og ég vildi kemur hjá mér. Þetta hérna má fara. Bara hættum view eða hérna fyrir ekki hérna nota til og svo dreg ég inn hérna skelluruna mínu líka. Þeir eru svolítið fyrirferðar miklu stundum. Þarna litli hurða og þarna glugga. Skellurinn. Þið gæti orðið svolítið fyrirferðar miklir þessi skellular á blaðinu. Ef þetta passar alls ekki hjá okkur þá getum við sett þetta á sér blað en þetta hafa þetta líka á íslensku. Og þið sjáu hvað gerist hérna, ég að lenda í að testinu fyrir neðan svona. Og þetta kalli ég bara glugga og hurðarteikning. Merki þetta með ykkar nafni og dagsetninguna, sjálfsögðu. Þannig að ég var sáttur við ykkur svona ókomu nema þeir setja þetta á íslensku hérna náttúrulega eins og ég sýndi okkur hérna í gluggaafildinu. Dragið inn á merkið þetta, setja ykkar nafn og dagsetningu.